Ísland land þitt og ávallt þú geymir. Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland landið sem ungan þig dreymir. Ísland í vonanna birtu þú sér. Já, góðan daginn og velkomin í 7. og síðasta þættin af Landskjöri. Í þessu þætti ætlum við að ræða við Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra og formann Vinstri grænna, og við ætlum að líta á smá upprifjun. Og við skulum líta eins á það. Ég er hérna komin með Katrínu Jakobsdóttur, formann Vinstri grænna og núverandi forsætisráðherra. Fyrsta spurning er bara, hver er stefna Vinstri grænna í þessum kosningum? Já, það er svona kannski þrennt sem við setjum áherslu á núna, af því að nú erum við nýbúin í heimsfaraldri og þá skiptir svolítið máli hvað við gerum þegar við förum út úr honum, og þá viljum við í fyrsta lagi segja að við leggjum áherslu á að skapa ný störf, en við leggjum líka áherslu á að það séu fjölbreytt störf og það séu græn störf. Þannig að þau til dæmis, þegar við fjölgum störfum þá séu það störf sem eru svolítið að hjálpa okkur að ná markmiðum í loftslagsmálum. Af því númer 2 hjá okkur er loftslagsmál, það er mjög stórt mál hjá okkur og það er sem sagt, við erum með aðgerðaáætlun sem við gerum á þessu kjörtímabili til þess að berjast gegn loftslagsbreytingum og við þurfum að bæta aðeins í hana, af því nú erum við með enn eina skýrsluna sem segir að við þurfum að gera hraðar og við þurfum að fara í að gera í raun og veru, láta það verða mögulegt að fara í orkuskipti í öllu samfélaginu, þannig að Ísland verði bara óháð olíu og gasi og öllu þessu sem eykur losun. Og svo í þriðja lagi er það félagslegu málin, af því að við erum nýbúin að fara í svolítið áfall eftir heimsfaraldur. Það er við erum búin að eyða miklum peningum og ríkissjóður stendur kannski ekki vel og margir misstu vinnuna, þannig að það þarf að styðja við það að halda áfram svona félagslegum aðgerðum, húsnæði, barnabætur, stuðningu við öryrkja og tekjulága. Það er það sem við viljum að sé á oddinu. Hver er stefna ykkar í garð umhverfismála? Umhverfismála. Það er náttúrulega, við erum grænt framboð, við erum meira fyrsti flokkurinn sem er umhverfisflokkur á Íslandi þegar við vorum stofnuð. Og það er annars vegar loftslagsmálin sem eru náttúrulega mjög mikið og ég er búin að tala um þau. Við þurfum að draga saman það sem við erum að losa, við þurfum líka að binda meira kolefni, þannig að við þurfum að passa upp á að hlýnunin verði ekki of mikil á jörðinni. En svo erum við líka með alls konar annars konar umhverfismál, plastmengun sem við höfum verið að vinna gegn, endurnýta meira, endurvinna meira, breyta því líka hvernig við notum hlutina. Og svo í þriðja lagi erum við náttúrulega náttúruverndarflokkur, þar sem við höfum passa upp á líka að við eigum ósnortna náttúru. Hvernig á að jafna heilbrigðiskerfið? Já, passa upp á að allir séu jafnir. Já. Fyrsta lagi þá skiptir máli að fólk þurfi ekki að borga mikið. Þannig að við höfum verið að minnka kostnað, eins og að borga ekki á heilsugæslu. Við höfum verið að minnka kostnað við að fara á heilsugæslu fyrir aldra og öryrkja. Börn þurfa ekki að borga fyrir að fara á heilsugæslu. Þannig að það við erum að gera stærri hluta af heilbrigðisþjónustunni bara gjaldfrjálsan fyrir fólk. Það er, sko Ísland, fólk borgaði miklu meira á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum. En það sem Svandís, heilbrigðisráðherra, hefur verið að gera, ef sú áætlun klárast, þá erum við komin á sama stað á Norðurlöndum. Nú þegar fasteignaverð er hærra en það hefur nokkuð tíma verið, hvernig ætlaði að laga það fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur? Já, sko, það er eiginlega í fyrsta lagi þá þarf að passa að það sé nóg framboð á húsnæði og það hefur ekkert rosa mikið verið byggt á nýju húsnæði eftir efnahagshrunið 2008. Það er eiginlega fyrst núna í ár og 2020 í fyrra, þá hefur verið að byggja í raun og veru fleiri íbúðir en við höfum áður séð byggðar bara frá hruni og það er næstum því þriðjungur af því sem er tilkomin vegna þess að ríkið er að styðja við leiguíbúðir og ríkið er að búa til svokölluð hlutdeildarlán sem eiga að hjálpa ungu fólki að geta keypt sér íbúð. Þannig að ríkið á að stuðla að því að það séu svona félagsleg úrræði til þess að húsnæðisverðið fari ekki alveg bara allt of hátt upp og til þess að ungt fólk, tekjulágt fólk geti bara haft öruggt þak yfir höfuðið. Hvernig ætlið þið að takla COVID ef þið farið í ríkisstjórn aftur? Við erum nú bara búin að gera það í 18 mánuði, þannig að ætlum við bara höldum ekki áfram að byggja á vísindunum og við byggja á bestu mögulegu gögnum og það vil bara gefist vel hingað til. Hvernig
hvernig á að betrumbæta atvinnulíf hér á landi? Sko, í fyrsta lagi má atvinnulífið á Íslandi vera fjölbreyttara og þess vegna viljum við styðja við til dæmis nýsköpun, skapandi greinar, þannig að þegar þú ferð að vinna þá getur þú átt aldrei val það hvað þú ferð að vinna með. Að það séu alls konar störf í boði en líka séu svona tækifæri til að búa sig bara til sín eigin störf. Þannig að við höfum verið að reyna að búa til svona stuðningsumhverfi þannig að það fólk geti að það til dæmis fær góða hugmynd og vill bara reyna að láta hana rætast og ef hugmyndin góð að það geti fengið stuðning við svoleiðis hugmyndir. En sko, svo bara gott atvinnulíf, líka bara atvinnulíf þar sem fólk fær borgað laun samkvæmt kjarasamningum, að það virt réttindi þess og þau eru sterk, þannig að við segjum það líka mjög mikilvægt að vinnumarkaðurinn séu svona heilbrigður, að það séu svona réttindi launafólk séu virt í hvívetna. Hvað ágerir innflytjendamál? Innflytjendamál? Já, í fyrsta lagi erum við náttúrulega með alls, sko við erum mjög marga innflytjendur á Íslandi sem eru að koma hingað til að vinna og það í sjálfu sér auðvelt ef þeir eru að koma frá því sem heitir EES-svæðið, Evrópska efnahagssvæðið. Og við höfum sagt að við viljum kannski gera það auðveldara fyrir þau sem vilja koma hingað að vinna en búa ekki á Evrópska efnahagssvæðinu. Við höfum sagt að við viljum kannski gera það bara auðveldara fyrir það fólk ef það getur fengið vinnu á Íslandi að koma hingað að vinna. Og svo það flóttafólk sem að koma að það hefur lent í neyð í sínu heimalandi og aftur þá segjum við viljum taka á móti fleira flóttafólki og við höfum verið að gera það bæði í sérstaklega, já, bara undanförnum 2 árum. Vinstrihreyfingin. Grænt framboð róttækur vinstriflokkur og leggur höfuðáherslu á jöfnuð og sjálfbærni. Stefna Vinstri grænna byggist á 4 grunnstoðum: umhverfisvernd, frelsi, alþjóðlegri friðarhyggju og félagslegu réttlæti. Vinstri grænir eru nú leiðandi afl í ríkisstjórn Íslands og eru með 3 ráðherra og 9 manns á Alþingi. Hvað ætlið þið að gera í samgöngumálum? Bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og út á landinu? Í fyrsta lagi erum við að setja peninga í það sem heitir borgarlína og það svona almenningssamgöngur á öllu höfuðborgarsvæðinu og ríki og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að byggja þetta saman og ástæðan fyrir því að við viljum hafa fjölbreyttari ferðamáta af því að samgöngur eru svo stór þáttur í losun gróðurhúsalofttegunda sem hefur áhrif á loftslagið. Þannig að við erum að fjárfesta í almenningssamgöngum, við erum að fjárfesta í göngustígum og hjólastígum en svo erum við bara líka að laga vegi land allt. Veistu hvað borgarlínan hafa gengið vel fyrir sig? Já, hún náttúrulega ekkert komin almennilega af stað, sko, en ég held að þetta verði mjög flott þegar þetta komið og þá held ég að það verði mjög auðveldara að eiga ekki bíl. Ef maður vill ekki eiga bíl, að maður geta bara valið að sleppa. Stefnir svo að verða aftur forsætisráðherra? Já, ég stefni bara að það, ótrúlega, en svo ég náttúrulega bara að sjá hvort einhver kýs mig, sko, þannig að það kemur bara ljós eftir kosningar. Ríkisstjórn. Nú hafið þið setið í ríkisstjórn 44 ár og það var efasemdir í byrjun. Já. Þetta 3 flokka starf, sérstaklega þar sem Flokki og Sjálfstæðisflokkurinn eru svona talið vera Dálítið og lík? Já, sigur meira á fólum. En hvernig finnst þér svona þér hafa þetta gengið og ykkur í Vinstri grænum? Sko, alveg rétt að það ekkert alveg auðvelt að vinna með flokki sem rosa ólíkur. En það líka erfitt að vinna með flokkum sem standa manni kannski nær. Þannig að það bara dálítið erfitt að vera í ríkisstjórn. Það nú í fyrsta lagi. Það sem alltaf bara dálítið flókið að það þurfa allir að fá sín mál og það þarf svolítið að leggja á sig mikla vinnu til að allir séu sáttir. Já, það er kannski 9 flokkar að fara á þing, þannig að það verður kannski 3, 4, 5, 6 flokkar ríkisstjórn eftir næstu kosningar. Það verður svolítið flókið að mynda nýja ríkisstjórn. En þetta verður bara gengið merkilega vel hjá okkur sem erum búin að vera í ríkisstjórninni núna. Við höfum bara getað leyst eiginlega flest mál. Getur við hugsað að halda þessu samstarfi áfram? Ég útiloka bara ekkert í því, en ég útiloka heldur ekkert aðra kosti. Hvaða flokkum væru minnst til að vinna með í ríkisstjórn? Já, nú ertu með góða spurningu. Eiginlega segi ég, við útilokum engan, en til þess að við viljum vera í ríkisstjórn, þá þurfum við að vera ánægð með svona málefnalegan árangur sem við fáum út úr ríkisstjórnarsamstarfinu, því það er þess vegna sem maður er í stjórnmálum, maður vill ná okkur fram.
Þú veist, við vildum ná fram loftslagsmálum, við vildum ná aukningu í heilbrigðiskerfið, við vildum setja ákveðin mannréttindamál á dagskrá og ástæða þess að við fórum í þessa ríkisstjórn bara sem við erum bara að fá svolítið góðan málefnaðan árangur. Og svo þarf bara ríkisstjórnin að virka, bara að vera starfhæf, bara svona eins og fréttastofa. Heldurðu að kosningarnir muni fara ykkur í hag? Ég ætla bara, þú veist, í pólitík er maður alltaf ógeðslega bjartsýnn, þannig að ég ætla bara að trúa því að þær muni fara vel. Eitthvað sem hefur gengið illa í ríkisstjórninni sem þú ert ósátt með við þína tvo flokka? Já, bara það er alltaf erfitt að vera í ríkisstjórn, þannig að og það er líka erfitt í þessari ríkisstjórn, sko. En svo þýðir ekkert að pæla í því, þú veist, ef maður er alltaf að hugsa eitthvað sem maður er ekki ánægð með, ekki náð fram að ganga, þá bara getur maður reitt lífinu í það. Þannig að það gengur ekki alltaf allt upp og heldur maður bara áfram og gera aðra til. Eitthvað sem þú vilt segja á lokum? Nei, bara gaman að fá að spjalla við ykkur, sko. Takk fyrir. Action fyrir börn! Hvar er nú blindrastafurinn? Við erum með stefnu í húsnæðismálum sem er að byggja 30 íbúðir á 10 árum. Við viljum ekki frekari takmarkanir í því sem að halda áfram. Og þá viljum við í fyrsta lagi segja að við leggjum áherslu á að skapa ný störf, en við leggjum líka áherslu á að það séu fjölbreytt störf og það séu græn störf. Við þurfum áfram að byggja upp sterkan efnahag á Íslandi fyrir heimilin og fyrirtæki. Stefna Pírata byggir á borgararéttindum og lýðræði. Það er grunnstefnan okkar. Á sviði umhverfismála og fasteignamála, atvinnulífsins aðallega. Við leggjum alla höfuð áherslu á því að öllu fólki á að líða vel á Íslandi. Og viljum að allir, ekki síst börn, eigi jöfn tækifæri til þess að mennta sig, geta farið til læknis. Stefna Viðreisnar í þessum kosningum er einmitt framtíðinni, svolítið einmitt hvernig samfélag við ætlum að búa, ekki síst fyrir ykkur. Og við erum að tala gjaldmiðilinn, krónuna, þannig við borgum hérna lægri vexti. Samfylkingin vill berjast gegn ójöfnuði í samfélaginu í öllum myndum. Það er auðvitað til eignaójöfnuður og síðan er auðvitað ójöfnuður til náms, byggðarójöfnuður. Verkað við sinnum í samfylkingunni, samvinnumönnum í Framsókn, félagshyggju Pírötum, réttlæti sinnum í Flokki fólksins og sósíalistum í VG. Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og svo koma nú fleiri flokkar eins og Viðreisn. Það er Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Viðreisn. Píratar og sósíalistar. Samfylkingin. Það er Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokki. Það er ekki á hverjum degi sem maður tala við talandi raskat. Loft allt læði blandið. XM, það munar Miðflokkinn. Það er bara komið fínt. Takk hérlega fyrir mig. Ég er bara gaman að fá að spjalla við ykkur, sko. Og þess vegna er svona framtak eins og þið eru með afskaplega mikilvægt. Mjög gaman að fá okkur hérna ákvæða saman pólitíkina á þessum tímum sem er náttúrulega sérstakt, sko. Það gleður mig að finna fyrir miklum pólitískum áhuga hjá ungu fólki
Gangi ykkur vel. Takk fyrir mig. Ég ætla bara að óska ykkur til hamingju með þennan þátt ykkar og gaman að hitta ykkur. Það er gaman að tala við ykkur. Þú ert mjög efnilegur spyrir. Ég verð bara að segja það að þessi umgjörð ykkar hérna er bara til háborinnar fyrirmyndar. Og hérna er maður bara að ræða við mann sem gæti annars verið að vinna á Ríkisútvarpinu og stjórna Kastljósþætti. Ég er bara svo stolt af ykkur. Þið eruð alveg einstakir. Það geta komið og það er ekki allir sem myndir þora að labba inn á skrifstofu hjá stjórnmálaflokki og biðja að fá að hafa viðtal við ykkur. Þið eru hetjurnar hérna. Takk fyrir að horfa á þennan síðasta þátt af Landskjör. Við vonum að við höfum hjálpað ykkur að finna hvernig ætla að kjósa í næstkomandi kosningum. Kæru kjósendur góður, við viljum bara að þið gera einn hlut og það er að kjósa. Íslenska tungu hinn dýrasta arf. Ísland sé blessað aldanna raðir. Íslenska moldin lífið þér gaf. Ísland sé faðir, þér eilífi faðir. Ísland sé frjálst meðan sólgillir haf. Ísland land þitt, því aldrei skal gleyma. Ísland í helgar þú krafta og starf. Íslenska þjóð, ég ætlað að geyma. Íslenska tungu hinn dýrasta arf. Ísland sé blessað aldanna raðir. Íslenska